Það Palli, 3-0 tap, það gekk ekki alveg í kvöld. Nei, við náðum ekki sem ætlum að vinna hérna heimavelli áfram og hérna töpum samfærandi 3-0. Það ekkert flóknar það. Mér svo fannst þið byrja að leggja mjög vel og kannski, já, það var slæmt að hafa ekki nýtt aðeins betur. Já, við auðvitað vildum við nýta eitthvað þessu, við fannst mér yfir fyrir hluta fyrir hálfleiks, fengum svo okkur mark og eftir það var sem bara aftan að sækja, menn voru auðvitað að reyna og við kannski reyndum að breyta einhver en þeir fundu svör við því og unnu mínum að til sanngjarnan 3-0 sigur. Var einhver ennþá smá þreyta í leiknum? Mér fannst svona, menn ekki alveg upp á sitt besta kannski. Nei, menn það á að vera þreyta í mönnum eða spilum þétt og það ekkert, við notum það ekki sem afsökun. Við leggjum okkur alltaf fram saman hvort við höfum fengið 2 daga pásu eða 10 daga pásu og það okkar þjálfarana að vega og meta hvaða lið við teljum vera frískast og fest í hverju leik og þetta var niðurstaðan og ef menn ekki sáttu við það þá ég fyrst í maður ábyrgð á því en ég stend og fell með öllu sem við gerum og stundum texta og stundum ekki en ég get ekki kvarta yfir því að menn lögðust ekki fram það er það sem maður tekur alltaf úr leikjum. Og ná bara standa aftur upp og halda fram. Já, ef maður lamið niður þá verður maður alltaf að standa upp aftur annars fyrir mig ekki að gefast upp. Það er nóg eftir og við bara horfum á næsta leik sem er á laugardaginn og erum að krafla í eitthvað stig þar. Palli, takk hérlega. Takk fyrir það. Það eru bara svona örstutt þitt álit á leiknum. Svona leikur, svona nokkurn veginn alveg eins og við bjuggumst við. Mikil barátta, aldrei hægt að slaka á móti Þórsliðum, aldrei. Og sem kannski sást á öskurum okkar á bekknum minna þóttu við erum komið með 3 mörk yfir að það eru alltaf ógnandi Þórsararnir og flott lið og við lifðum af þarna fyrstu 15 mínútur, það var gott og þá fórum við aðeins að vinna okkur inn í leikin. Já, ég segi, þið áttu frekar svona slaka byrjun en síðan svona smá saman þá náðu eiginlega stjórn á miðjunni. Já, það tók okkur smá tíma að átta okkur á bara aðstæðum og andstæðingunum og það var bara gott hjá okkur að halda markinu hreinu fyrstu 15 mínútur. Þeir voru mjög aðgangsærir, fengu mörg höll og löng innköst, það er alltaf hætta og eins og segi þeir gefast aldrei upp Þórsararnir og við vorum bara mjög ánægðir að ná að skora fyrsta marki. Og segja hvernig er síðan að koma hérna aftur norður og spila mótið Þór? Kalt. En þetta er bara flott, það er alveg æðislegt að sjá aðstöðuna og fullt af fólki á vellinum, það glatti mig mikið og greinilega mikið stemning og ég held að þetta sé eini stuðningsmannahópurinn sem er lifandi ennþá í deildinni. Það var rosalega gaman að hafa það í kringum okkur, það er bara gaman að koma, mjög gaman. Ja. Og hvernig er svona þetta Þórslið? Hvernig heldur þeir eigi eftir að vegna í sumar? Þeim eftir að vegna vel, þeir eru komin undan úrslit bikar og mikla möguleika að komast í úrslitaleikin. Og í deildinni þá held ég að þeir komið til með að spjara sig. Þetta er svo ungt, hungrað lið að ég held að þeir eigi alveg eftir að ná að klára sín mál í deildinni bara farsælega. Takk hérlega fyrir.